B, D, E, J, F, G, H, I, J, K. Já, Þú ert... Já, takk fyrir að byrja. Þetta góð stað. Já. Vinnur. Já, við skulum koma hérna inn á Sárastofu. Sýnum hvað er svo vel. Hérna. Góðan daginn. Góðan daginn. Ég heiti Birna. Ég er hjúkrunarfræðingur. Hvernig líður þér? Mér líður vel. Hvað var það sem kom fyrir? Það var kona sem skautaði á mig. Já, og hann datt. Já. Heldur þú hafi rotast? Ha? Já, hann rotaðist. Veistu hvað það var lengi? Kannski bara stutt. Ein mínúta kannski. Er þið flöggut? Flöggt. Ógleði? Já. Nei, ekki neitt. Nei. Finnur þú til einhvers staðar? Já, ég er með höfuðverk og svo er mér illt í hendinni. Hér. Ertu ekki Íslendingur? Nei, ég er frá Kanada, en mamma mín er íslensk. Hann spilar hockey í Kanada. Já, ég spila hockey í Kanada, en dett á skautum á Íslandi. Kanada, ég hef komið til Kanada, ég var í Toronto. Jæja, nú ætlum ég að sækja lækni til að skoða þig. Já, takk. Sæll Ólafur. Sæl. Ég heiti Þórunn. Já. Ég er læknir. Og þú dast á skautum. Já. Og hvar finnur þú til? Ég er með höfuðverk og svo er mér illt hérna í hendinni. Já. Barstu hendina fyrir þig þegar þú dast? Já, Birna sagði mér að þú væri frá Kanada. Já, það er rétt. Ég er frá Kanada. Þú hefur sem sagt dottið á hendina? Já, ég lenti á hendinni, já. Þetta er í lagi? Já. Já. Við þurfum að taka mynd af hendinni. Já. Það þarf að sauma þetta. Sauma? Já, sauma. Sauma saman, já. En þú nú að deyfa þig fyrst. Já. Allt í lagi. Góðan daginn. Góðan daginn. Það fylgdi þér upp í röntgen? Já. Má ég koma með? Já, það er allt í lagi. Það er svo laga hérna. Já, þetta lítur bara vel út. Þú ert ekki brotinn. Svo það þarf ekki að setja hendina aður í gifs. En það var ágætt að setja á hana teygjusokk. Og ef þú finnur til, þá skaltu fá þér verkjatöflur. Verkjatöflur? Já, verkjatöflur. Já. Vertu sæll. Vertu sæll og þakka þér kærlega fyrir hjálpina. Já. Fyrirgefðu. Þú skalt hafa þetta á í svona viku. Já. En þú mátt hvíla þig á honum á nóttunni. Já. Alltaf.
Ólafur, sest í stólinn, ég skal gera þig. Já. Siggi, ekki svona rætt. Pass! Afsakið! Nei, er þetta þú? Sæl Katla, það var ég sem rekst á þig á skautasvellinu. Já, sæl. Er allt í lagi með þig? Já, hann tóknaði bara aðeins. Bara fyrirgefðu því. Fyrir mig? Já, Takk. það var nú lítið. Ég heiti Ólafur og þetta er Siggi frændi minn. Já. Hæ. Hæ. Hvert eru þið að fara? Við erum að fara heim. Já. Er það á bíl eða? Nei, ég ætlaði bara að fríkja í leigubíl. Leigubíl? Nei, ég er skullingur. Já, takk. Það ekki? Jú. Takk. Er þið illt? Já, svolítið. Í hendinni. Mér vantar kannski verkjatöflur. Við getum bara komið við í apóteki. Já, það væri fínt. Er það ekki? Jú. Nei, ég skal. Já, takk. Sælverði. Nú ætlum við að læra ýmis orð sjúkrahús. Já. Sjúkrahús er orð sem er gert úr 2 orðum. Það er að vera sjúkur, sem þýðir að vera mjög veikur. Já. Og hús, sjúkrahús. Hús fyrir mjög veikt fólk. Og sá sem er sjúklingur, og það er annarkvort veikur maður eða veik kona. Síðan höfum við sjúkrabíll. Það er bíll fyrir sjúklinga, fyrir sjúkt fólk. Sjúkrahúsið. Sjúkdómur. Hvað er það? Hospital. Nei, það er sjúkrahús. Já. Sjúkdómur er veiki, eins og malaría eða... Já, það er sjúkdómur. Og þegar maður er með sjúkdóm, þá segir maður, ég er með sjúkdóm. Ég er með krabbamein, til dæmis. Sjúkdómur. Hvað er spítali? Og spítali er í rauninni dönsk-íslenska. Já. Svona, eða kannski frekar ensk, frá hospital, spítali. Já, ensk frekar. Því á dönsk er það sjúhús, já. Já, það er ensk, svona ensk-íslensk. Sæll Ólafur. Sæl. Ég heiti Þórunn. Já. Ég er læknir. Og þú dast á skautum. Já. Og hvar finnur þú til? Ég er með höfuðverk og svo er mér illt hérna í hendinni. Já. Barstu hendina fyrir því þegar þú dast? Já, Birna sagði mér að þú væri frá Kanada. Já, það er rétt. Ég er frá Kanada. Þú hefur sem sagt dottið á hendina. Já, ég lenti á, já. Síðan höfum við læknir. Já. Og hvað gerir læknir? Já, læknir, hann er maður eitthvað.
Hann skrifar lífseðil, gott Julie. Og skoða hérna líka, það hérna maður allt í lagi, kannski illa. Já, og skoðar mann. Og hlusta. Já, flott. Og hann á að lækna mann. Já, hann á að lækna mann. Stundum það ekki hægt. Læknir læknar. Hjúkrunarfræðingur. Hvað það? Þetta hérna apótekar. Nei. Læknirinn hæstur á spítalanum, í sjúkrahúsinu. Svo kemur hjúkrunarfræðingur. Já. Og hann hjálpa í sjúkrahús. Já, hjálpa lækninum á sjúkrahúsinu. Já. Síðan sjúkraliði. Já. Sjúkraliði sá sem undir í rauninni hjúkrunarfræðingnum. Sá sem að vinna og alltaf hjálpa öllum á sjúkrahúsinu. Já. Já, sjúkraliði hjálpar til með að fara með fólk. Ef það þarf að taka mynd, svona röntgenmynd til dæmis, þá kemur sjúkraliði og fer með þig í röntgenmynd. Og sjúkraliði hjálpar hjúkrunarfræðingnum alltaf. Læknir hérna þetta yfirmaður og hérna hvernig þetta lengi orð fyrir Hjúkrunarfræðingur. Já, því að hjúkrunarfræðingur hjúkrar fólki. Að hjúkra að passa, að hjálpa. Það ekki alveg að sama og að lækna, en það að passa að þér líði vel. Já. Og fræðingur kemur frá fræði. Eins og sagnfræði, ef þú ert að læra sögu, Napóleon. Já. Stærðfræði, sem 2 + 2 eru 4. Það fræði. Verkfræðingur. Já. Fræðingur sá sem að veit mikið eitthvað. Síðan höfum við slys, eins og bílslys. Já. Slys, þegar fólk meiðir sig. Þegar það sár og mikið blóð og svoleiðis. Slys. Slysavarðstofan, sem við köllum oft slysó, sem stytting eins og strætó í staðinn fyrir strætisvagn. Slysavarðstofan þar sem við förum þegar við þurfum að fara beint til læknis af því að eitthvað kom fyrir. Já? Ef við skerum puttan af, ef við dettum og rótumst. Vitið hvað rótast Nei. Það ef að maður, til dæmis, ef Julie myndi núna koma og lemja mig, eða ég myndi detta í gólfið og fá mikið högg í höfuðið, þannig að ég sofna. Já. Kannski 2 mínútur, kannski 3 mínútur. Já, það að rótast. Og það getur verið hættulegt að rótast. Því að heilinn getur verið mjög hættulegt. Og þegar maður rótast, þá spyr hjúkrunarfræðingurinn og læknirinn, þér flökurt? Já. Flökurt. Konur sem eru ófrískar, þeim oft flökurt. Já. Þér flökurt, Kristóf? Nei, ég ekki. Ég bara alltaf lagi. Já, alltaf lagi. Já. Ok, slysavarðstofan skiptir í 2 deildir. Í slysadeild, sem að fer ef það ekki mikið að. Ef það bara smá slys. En ef það mjög alvarlegt, þá fer maður á bráðadeild. Alvarleg slys. Já. Við þurfum að taka mynd af hendinni. Já. Þá
Það þarf að sauma þetta. Sauma? Sauma. Sauma saman, já. En þú nú að deyfa þig fyrst. Já, já. Síðan er maður læknaður, læknirinn læknar mann. Setur mann kannski í gifs, þarf að sauma og kannski þarf að skera upp. Já, og kemur mikið blóð. Og svo að sauma saman. Og eftir svolítinn tíma, þá þarf maður að koma aftur. Þá fer maður í endurkomu. Endur? Er aftur. Eins og endurtaka, viltu endurtaka? Já? Endurkoma. Síðan eru á sjúkrahúsinu eru alls konar deildir, margar deildir sem að ég ætla ekki að tala um. En ein deild er skurðdeild. Ja? Og þar er skurðlæknir. Vitið hvað skurðlæknir er? Með knífur? Já, að skera upp. Upp. Það er upp, skurður. Já. Uppskurður. Þannig að skurðlæknir er læknirinn sem sker. Já. Þegar maður er skorinn upp, þegar maður fer í uppskurð, þá þarf að deyfa mann. Deyfa. Svo maður finni ekki til. Þannig að maður fær sprautu og það er hægt að skera. Og stundum þarf að svæfa mann. Hvað er þá? Svæfa? Já, að sofa. Já. Og læknarnir sem að gera þetta heita deyfingalæknir. Og svæfingarlæknir. Já, svæfingarlæknir. Þið sjáið, það er oft hægt að skilja íslensku ef maður tekur orðin í sundur. Já. Það er mjög skýrt. Já, ekki satt? Já. Ég held að þetta sé nóg af orðum í bili. Nú ætla ég að sýna ykkur svolítið annað. Og það er, ef að þið eigið bíl, þá er mjög gott að vera með svona sjúkratösku í bílnum. Því að stundum er vont veður og við þurfum kannski að vera föst í snjóskafli, í snjó, lengi. Og kannski kemur eitthvað fyrir og við meiðum okkur. Það er gott að vera með svona sjúkratösku sem að hefur alls konar hluti til þess að nota ef maður slasast. Og líka leiðbeiningar til að lesa, til að hjálpa fólki sem er veikt. Já, eins og hjartahnoð. Fyrsta hjálp. Já, þetta er mjög sniðugt. Þá er þetta komið. Takk fyrir í dag. Bara að hugsa svona þetta. Takk að þið. Ólafur. Sæl. Ég heyrði það ekki. Velkomin til Íslands, Ólafur Meinar.